Já, ég vil bara lýsa ánægju minni yfir því að það skuli svona margir mæta á þennan fund og vil þakka skipuleggjendum fyrir að gæta kynjahlutfalli hérna í pallborðinu. Það er orðið ansi óþolandi hvað konum haldið fyrir utan þessa umræðu og það er gert meðal annars með því að bjóða aðeins útvöldum í umræðuþætti, nota efni sem við höfum verið að senda á fjölmiðla sem spurningar til ráðamanna í stað fyrir að nota það sem efni í viðtöl, svo ég nefni svona nokkur dæmi. En það var ekki ætlunin að fara að ræða hérna jafnréttismál þó þau liggi mjög þungt á mér. Það er annað sem liggur jafn þungt á mér og það eru skilyrði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fyrir þessu láni sem við eigum að fá í lok vikunnar. Og skilyrði sem ég er að vísa til, það er það sem hagfræðingar kalla aðhaldssöm peningastjórn eða stjórn peningamála, en þýðir á mannamáli vaxtahækkun. Vaxtahækkun er í raun og veru dæmigert viðbragð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins við fjármálakreppum og það jafnvel þó að það sé fjölmörg dæmi að vaxtahækkun auki á fjármálakreppuna. Ég nefni til dæmis vaxtahækkun sem að norsk stjórnvöld fóru út í stuttu eftir að fjármálakreppan skall á í Noregi í byrjun 10. áratugar síðustu aldar, að sú vaxtahækkun er talin hafa aukið á fjármálakreppuna og leitt til fleiri gjaldþrota og meira atvinnuleysis en ella hefði orðið. Annað dæmi vaxtahækkun sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þrýsti á var þegar að Suður-Kórea fékk lán árið 1997 frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og samstarfslöndum hans, að sú vaxtahækkun kom til dæmis ekki í veg fyrir það að gengi kóreíska gjaldmiðilsins félli 49% eftir að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði byrjað að senda inn lánsfjármagn í hagkerfið. Þannig að það er kannski eitthvað sem við eigum von á þegar að gengi fer á flot aftur. En það er ekki öll lönd sem hafa farið eftir þessum skilyrðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Land eins og Síle og síðan Malasía, þau ákveða að fara ekki þessa vaxtahækkunar leið og settu á gjaldeyrishöft, svona sambærilegt við það sem við höfum núna. Og fjármálakreppan í þessum tveimur löndum, hún var ekki jafn djúp eins og í Suður-Kóreu og Tælandi. Og þetta er orðið til þess að hagfræðingar mæla frekar með, ekki kannski höftum á gjaldeyrismörkum, heldur að fjármagnsútstreymið verði skattlagt sérstaklega til þess að draga úr því. Því að rannsóknir hagfræðinga sýna að það eru engin bein tengsl milli vaxtahækkunar og stöðugleika á gjaldeyrismörkum. Þessi banka- og gjaldeyriskreppa sem hefur skollið á okkur hérna núna, hún er miklu alvarlegri heldur en sú sem skall á Norðurlöndunum og á Asíu á 10. áratug síðustu aldar. Og það sést best með því að það lán sem við þurfum að fá frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og samstarfs- eða vinaþjóðum okkar er mun hærra hlutfall af vergri landsframleiðslu heldur en til dæmis lán Suður-Kóreu var. Okkar lán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Norðurlöndunum verður sennilega 60% af vergri landsframleiðslu. Suður-Kórea þurfti ekki að taka lán nema upp á 10% af vergri landsframleiðslu. Þetta segir okkur að kreppan hérna, hún mun verða miklu dýpri heldur en í Asíu eða í Suður-Kóreu. Og hver er þá hefðbundin aðgerð til þess að draga úr kreppu? Jú, það er að lækka vexti. Og er það ekki nákvæmlega það sem að Bandaríkin, Norðurlöndin og margar Evrópuþjóðir eru að gera núna? Öll lönd nema Ísland. Það er að lækka vexti til þess að draga úr kreppunni og við eigum að hækka vexti.
eru vextir á leiðinni niður og raunvextir í öðrum löndum eru á bilinu 1–2% á meðan að raunvextir á húsnæðislánunum okkar eru á bilinu 4–6%. Þykir lag fyrir ríkisstjórnina að endurskoða öll húsnæðislán almennings og lækka raunvexti á þeim og jafnvel að nota tækifæri til að afnema verðtryggingu og koma á sama lánafyrirkomulagi og annars staðar á Norðurlöndunum þar sem að viðskiptabankarnir og almenningur semja nafnvextina á grundvelli verðbólguspár. Þannig að það verður bæði viðskiptabankarnir og almenningur sem taka á sig áhættuna hvað varðar þróun verðbólgu en ekki bara heimilin eins og í verðtryggingunni. Í Bandaríkjunum rætt það núna að helmingurinn af þessum 700 milljörðum dollara sem að bandaríska þingið samþykkti að setja inn í hagkerfið til að reisa við efnahagslífið, að helmingurinn af því fari í að afskrifa skuldir heimilanna og fyrirtækjanna. Og þá er spurning, hvað á að gera við þessar 700 milljarða sem við erum að fá að láni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum? Eigum við að fá hluta af því? Á að afskrifa okkar skuldir heimilanna? Eða hvert eiga þessi peningar að fara? Og ég óska hér með eftir svari við þeirri spurningu. Á lokum vil ég segja að innganga í ESB og síðan upptaka evrunnar mun ekki leysa vanda okkar á næstu árum. Stærð vandan sem að bankarnir eru búin að koma íslenskri þjóð í er einfaldlega of stórt til þess að við getum á næstu árum uppfyllt Maastricht skilyrðin. Meðal annars skilyrði það að skuldir þjóðarinnar megi ekki vera meiri en sem nemur 60% af vergri landsframleiðslu. Og við munum ekki heldur geta uppfyllt skilyrði það að halli á ríkissjóði megi ekki fara yfir 3% af vergri landsframleiðslu. Takk fyrir.